En ég heiti sem sagt Lindi Valdimar Gísli, ég er skólastjóri Rathæknisskólans, en það kemur ekki til þess að fjalla Rathæknisskólann, heldur til þess að fjalla svona hugðarefni og sem snýst rafgæði og áhrif jarðtengingar. Og það kom svolítið víða við. Það var bara svolítið almenn umfjöllun, en það svona ýmislegt athyglisvert í þessum umræðu sem að ég er til rafvirkja og hönnun líka. En ég vann sem sagt, hef sem sagt í undanfarin 30 ár cirka verið svolítið að stúdera truflanir í rafkerfum, truflanir í fjarskiptum og áhrif jafnvel sem sagt þessar hluta á heilsufar. Og við gafst núna í fyrra tóm til þess að fara svolítið í rannsóknir. Ég var klára rafmagnsiðfræðinginn og eina ástæði fyrir því að kláraði rafmagnsiðfræðinginn eftir sem sagt byrjaði fyrir 16 ára síðan. Eina ástæðin er svo að ég þarf að lokaverkefni sem að kann fjalla hluti og ég gæti að gefa svolítið tíma til þess að stúdera það með aðstoð verkfræðinga og manna sem eru menntaðir á þessu sviði. Fyrst þegar ég kem á þessu máli þá kynnist ég manni að nafni Júlíus B. Kristinsson. Hann er doktor í eldisfræði laxa. Það var laxeldisstöð á Silfurlax í Ölfusi fyrir margt löngu og þar urðu menn fyrir dálítið miklu búsífum. Rannveig Björnsdóttir, doktor og á þeim tíma dósent við Háskóla Akureyrar sem var á kafi í þessum rannsóknum, sem sagt áhrifum rafmagns á lífeldi. Svo kynntist í mörgum áhugaverðum tilfellum varðandi silungaeldi, sæeyðareldi og laxeldi og fleiru, þar sem að rafmagn kom við sögu. Þetta vakti mikinn áhuga hjá mér, sérstaklega vegna þess að lagfæringar á rafkerfum leiddu til þess að dýrum leið betur. Í sjálfu sér, manni kannski finnst það ekki hljóma neitt óeðlilega, en það er samt algjörlega á skjön við það sem að svona almenn vísindi telja. Varðandi Silfurlax, þá var það þannig að við stofnuðum Silfurlax að minni 1974. Notuðu ferskvatn til þess að rækta unglax. Þess að keyptu seiðin og svo meiningin að þeir ætluðu að rækta þessa laxa upp í ákveðna stærð og síðan sleppa þeim út í ár og vötn sem og harkita og gera þá að sem sagt staðbundnum eldislax. Það er að segja hann myndi sem sagt fara í sjóinn þá leiðina og svo myndi að rigna einhvers staðar og svo kæmi hann aftur eða hvernig sem það væri. Það sem gerist þó var það að fyrsta árið voru afföll á þessum seiðum og vel yfir 60%. Mikla rannsókn hófust á þessu og rannsóknarstöðin Keldu kom að þessu máli sem var svona stórt batterí og þar voru tveir Hljóðið datt út.
Hann gerði úttekt og eftir viku var afföllin komin niður í 6%. Það þurfti enga formalín á hann. Hann réði strax á rammann. Hann sagði, það sem sagt, það truflanir hér og þar, það vantar jarðsamband hér og þar og skautið engan veginn nógu gott og hann stækkaði. Og fyrstu ráðstafanir til þess að fara til lag byggðust á því að jarðtengja út skaut í borhug sem var að rekja á, þannig við fengum í fullt og gott skaut. Þegar þessar ráðstafanir komna nokkuð veginn, þá liðið tíma sólarhringur. Þá tók eftir því að Kostja var parað úr arm og kerjum og laxinn sem var jafnvel flotinn með kviðinu, hann byrjaði að spyrklast og náði sig. Þetta var svona meiri háttar moment og ég var svolítið var við það þegar Júlíus var að segja frá þessu. Hann ekki ráðsmaður, hann hámenntaður í viðskiptafræði og hann var svona fyrir svolítið eins og heitir svona trúarlegri reynslunáms. Það séð bara eitthvað kraftaverk, skilur ekki neitt í neinu og enginn sem að þarna koma að skildi neitt í neinu. Og ennþá, þeir gerðu nokkrar tilraunir til þess að rannsaka þetta frekar og þeir gerðu mjög aflýsandi rannsókn. Sigurlax á þessum tíma fór á hausinn. Vegna langvarandi barnings við rekstur. Það er lega. Ég er auðvitað appelsín. Og sem sagt, og það skal tekið fram að frágangurinn á stöðinni var bara góður. Það var ekki að frágangurinn varfræðilega séð. Það var alltaf hann stöðin, það var ekki að fúska. Og þeir fundu eina lausa skrúfur sem að gleymdist að herða. En ég var með námskeið lengi vel hérna í hjá Rafnet sem hét rafsegulsvið hættið hugarvík. Það fjallaði svolítið þetta. Það komu mig til mig nokkrir rafverkina sem að stóðu að þessu máli eða sem tóku þátt í þessu. Þeir urðuviklaði þessu og voru ennþá jafn hissa. Komu þess vegna á námskeið til þess að vita eitthvað meira. Og stöðin var það rosalega vel frá gengi. Það var ekkert vesen. Og það sem það að gerast að það ekki sjáanlegt að sé neinn útleiðsla. Það geta verið einhvers svona flökkstraumar í kerfinu, en það er ekki útleiðsla. Mögulega geislun. Það getur ekki útilokað það sé einhvers svona geislun rafsvið eða rafsegulsvið. Mögulega einhver hátíðni og þegar hraðabreytar eru í gangi á stórum mótorum, þá myndast svona sægur af truflanarpúlsum á háum tíðum sem að mynda svona noise á þeirri tíðni. Þetta getur mögulega verið THD-bjögun eða sem harmonísk bjögun á rafkerfinu. Það er ein vangaveltan. En allavega er það alveg klárt. Eftir þann gríðarlega fjölda tilfella sem á komið upp, þá þarf að skoða þetta og taka þetta alvarlega. Það er þennt sem stendur upp úr í þessu samhengi. THD-bjögun er áberandi á þessum stöðum þar sem að lagfæringar svipuðu þessum og gerð hjá Sigurlax voru gerðar. THD-bjögun er Total Harmonic Distortion, segir svo sem ekki neitt annað en það að heildarharmoníksbjögun var dálítið há, segir ekkert það sem að hvaða yfirtónar voru há og hvar þeir voru. Það liggur ekki fyrir neitt af mælingum eftir þennan tíma sem hægt að rýna í að skoða. Annað til að bætt jarðsamband og það fylgir yfirleitt saga skaut. Skaut, jafnvel boraskaut sem er bætt. Mögulega lausa skrúfur á tengikössum eða í gaskinum. Mögulega of grannir vírar sem notaðir eru. Nú vorum við að nota tiltölulega grannar vírar, 16 til 20 kvaðrar sem í jarðtenginguna. En þegar verið að gera þessar ráðstafanir sem fyrir Sigurlax eða fyrir silungældi á fiskareikjum eða fyrirtæki, að þá farið dálítið langt umfram staðla í jarðtenginguna. Nú, ég skrifaði bókina Rafsegulsvið hættið hugarvík og árið 2004 reyndi svona að
koma að þessum málaflokki vítt og breitt. Síðan þá hefur eiginlega ekkert gerst. Nema bara það, maður hefur séð fleiri og fleiri tilfelli. Og í þessum rannsóknum sem við fórum á sem sagt, í þessu tengslum við þetta lokaverkefni, þá var náttúrulega fyrsta hugsunin að afla fróðleiks og vita hvaða möguleikar væri í gangi og við rýndi í ansi mikið af okkur. Og svona til þess að sjá hvað gæti verið, en ég rýndi sérstaklega í fyrirtæki. Og þá staðreynd að það eru dálítið mörg fyrirtæki sem hafa orðið fyrir miklu búsíum vegna vélegs frágangs eða ekki vélegs, heldur sem sagt vanbúins frágangs. Og það sem að gerast hjá fyrirtækjum til dæmis, að nýtni rafmagnsins skert. Það léleg nýtni. Vélar að hitna. Þá við sérstaklega á mótorar að bila, völvur að bila. Kostnaður sem fylgir þessu mikill, það kostar að skipta mótor, en eins og ég kem að þetta á eftir, eins og í fyrirtækjum samhentir, þá var það alveg ljóst að vikustopp vegna bilunar kostaði gríðarlega. Það var ekki grín, ekkert mál að halda 3-4 mönnum gangandi í það að gera við og kaupa ykkur mótora og snertur eða eitthvað sem maður þurfti til þess að laga, ekkert vandamál, en það að stoppa og geta ekki skilað vörur á einhvern tíma, það var verst við og kostaði gríðarlega peninga fyrir viðkomandi fyrirtæki. Og í þessum truflunum sem eru mögulega sér stað í rafkerfum, og getum við talað þessi yfirsveiflu bjögun eins og ég hef komið áðan, og þá er það harmonískar yfirsveiflur. Það er ekkert sama hvaða sveiflur það eru. Sumar eru bara verið aðra. Það eru spennipúlsar, transientar svokallaðir, sem mikið talað sérstaklega í fræðiritum eða leiðbeiningum til dæmis frá Alan Bradley og Snyder. Og það er mikið talað þetta í bókum power harmonics og leiðir til þess að minnka truflanir hjá fyrirtækjum. Transientar, spennupúlsar eru varasamir og það er afhleðsla stöðurafmagns. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir það að stöðurafmagn myndist. Svo er risafall spennu sem að menn þekkja Saxon-Wells, það er vel þekkt. Og flestar þessara vandamála geta blómstrað ef það er ekki alveg rétt frágang. Við tölum gjarnan harmoníska yfirsveiflur, þá erum við að tala þessar tíðnir sem að mynda sem hlutfall af fituríðum. Við erum með sem fituríð í grunninn, þessar sveiflur hér. Svo þegar það töfaldast, þá verður þau hundrarrið. Þetta gerist iðulega á núlinu. En á núlinu er þessi tími mest áberandi, það er 150. Síðan erum við með afleiður af því, áfram uppi, og svo erum við svona triplenniðutóna sem eru 8-12 markverði af 150-riðum, sérstaklega varasamir, því að þeir geta alltaf upp orku, þeir valda nokkuð svona skamlegur straum í gegnum mótora og vélar. Og því að það hitna mikið, skil engu af. Eitt gott dæmi sem ég man eftir, það var eskalator eða rúllustígi í Kringlunni sem var sem í fyrstu árum Kringlunar. Þeir lenti í rosalega vandræðum með það að rúllustíginn hann var alltaf að stoppa. Mótorarnir gengu alltaf sjóðheitir, höfðu ekki það afl sem þeir áttu til þess að flytja mannskapinu. Það var ekki af því að gestir Kringlunnar væru svo rosalega þungir. En þú miklu frekar það að það var svo mikið launafl inn á kerfinu. Í því tilfelli voru gerðar mælingar. Ég man vel eftir því þegar ég var að horfa á tæknimann gera stýringamælingar á rafgæðum að það vakti athygli hvað yfirtónarnir voru miklu. Ég var svo sem ekki að skoða sérstaklega á þeim tíma hvaða tónar þetta voru.
En það sem þeir gerðu, sem sagt samkvæmt ráðgjöf, þá var borað skaut fyrir þetta hús og spennistöðin í húsinu og rafkerfi hússins fékk þetta jarðsamband óskipt og bara sama dag og þetta var sett í samband þá byrjaði mótorhjólið ganga kaldi. Þú séð þetta mjög víða. Það það sem með þessa blessuðu útgáfu. Þeir eru þeir fara í mótfasa, þeir eru svona þeir eru alltaf í stríði. Svo annað sem er mjög áhugavert og komum með fram í samfélaginu við Bjarnar Hrafnsson hjá Samhentir að þeir lenda í því frásinnis að starfsmenn eru að fá í sig neista. Samkvæmt þumabutareglu þá þetta líklega 50.000 tonn, en það sagði að þeir voru sirka svona langt. Höggin gátu verið svo mikil að þeir hrökkluðust undan og voru farnir að óttast snertingu við vélarnar. Transíenda geta myndast líka innan kerfis, þegar snertur eru opna og loka og þetta er auðvitað það sem gerist í hraðbreytum þegar elektrónikinn er að tjoppa, switching mode sprennugjafar er að tjoppa 50 á bylgjuna, jafnvel í miklu straumhengi, þá koma vegna spanáhrifa, þá myndast þessi toppaði. Þarna skiptir mikið máli hvernig er horft í bylgjuna, því að það sjáum það hérna ristími. Þessi ristími hérna skiptir alveg rosalega mikið máli. Tími bylgjuna, 60 náttúrulega er ekki aðalmáli og þetta er líka það sem við mælast eða verið skoðað á Silfusá eða með spektrum alveg eða eitthvað slíkt. En það sem skiptir máli er þessi hérna. Það er þessi hvassi tónn sem fer upp og oftar en ekki og sér maður ef gefur okkur að þetta sé bylgja sem myndast. Það myndast hérna á toppnum svona röða transíendum sem er eigin sveiflutíðni kerfisins. Það er eitthvað í kerfinu sem veldur þessu. Og kerfið og stórt rafkerfi er ekkert annað en bara rás, sveiflurás. Og af því að ég hef í tvígang komið að rafkerfi í einu heimili og einu fyrirtækjum sem hefur verið í bullandi sjálfsveiflun á 500 kílóum. Það er dúndur sveiflur. Og það er engin leið að sjá því að rafkerfi virkar af eðlunni. Það er ekkert aðra rafkerfi. Það kveikir ljósinn og mótorar virka á því. En það er ofan á öllu saman ykkur RF, radiofrekvens og 500 kílóum sem veldur truflunum í allar áttir. Þetta er mælanlegt með geislamælum bara við það að koma nálægt jarðsamband. Koma nálægt loftaljósum, koma nálægt eldavél, koma nálægt ísskáp. Eitthvað sem var jarðtengt, það var þetta bara þetta ráðan. Og þessi tónar, þeir ferðast, við sjáum svo ristíminn svo, það er alveg hægt að segja sem svo að þarna séum við að tala tíðni upp á 1,4 GHz. Það er svakalega há tíðni í svona rafkerfi. Það er ekkert í kerfinu sem gerir ráð. Það er ekkert rafkerfi á 50, hæstalega 3000. Ef tíðni fara eitthvað upp fyrir það, þá fara að gerast einhverju óskilgreindir hlutir sem enginn hefur gert ráð fyrir. Þessi púlsar, þeir verða að losna út eitthvað. Einhvern veginn þarf að losna við þá. Og þeir fara þá oft út sem í forminu geislunar. Og það er þá hringdarkóðing út í umhverfið. Ég leyfði mér að stilla upp svona græði sem þessar hérna. Þetta er sem sagt spennir. Þetta er bara hérna þetta er bara eitt vaf af hérna íspennir, eða sem sagt stjörnuspennir. Og notandinn er hér, en það getur því að notandinn hann er með alls konar búnað. Þessi búnað hérna til dæmis, þetta er switching mode, þetta tæki. Og inn í þessu eru spanáhrif, það eru hringdaráhrif, það er generation eða það er generator sem framleiðir truflanir, aðrar tíðir en hringdurinn og svo er rofi. Þessi rofi hann svissar á 30-100 kíló. Og ef að
ef að þessi switch er ekki rétt frá gengið, þá geta þessi truflanir vaðið út á leið. Það einn kennari á mig sem að sagði þá sögu að hann var mikill reiðhjólaáhugamaður og alltaf kunni sér rafhlöð, svo var aðstofamenn við að gera við og græða rafhlöð og einn kom til þess og spurði af hverju veröldinni getur það verið alltaf því sem hleðslutæki verið rafhlöð í samband að bílskúrsunni nátt. Svo lokar hann aftur eftir ákveðinn tíma og svo byrjar hann aftur að opna. Og Gísli skoðaði þetta. Kom í ljós að þegar hann vaknaði, hann sýndi mér spenninga. Það var sem sagt spenningjafi, það var switching mode supply með straumreguleringu og alls saman. Og svo var teiknað á prentfötuna, það bara slatti af truflandi af deyfum, þéttum og spólum og alls konar dóti. En það var slepað yfir alls saman. Það var engin truflandi deyfing í þessu móti, kom frá Kína náttúrulega, en þetta að gerast. Rafhlöð sem slík með þetta allt saman. Það span í vírum, sjáum bara hvernig vírar krumpast saman í peildósum. Það rýmt, þar sem að vírar liggja saman og allt þetta býr að því að mynda einhvers konar sveiflurás sem að getur verið eitthvað af þessu tagi annarkvæmt aldrei stafsveiflun eða einhverju óeðlileg íbjökni sem ákveðna tíma. Og ef maður fer að skoða þetta hvað að núlið þessi tengipunktur sem að fyrir með jörð hússins miðað við þessa jörð hér þá hlýtur með alla þessa vegalengd þá hlýtur að vera talsvert mikil spenna þarna á. Og horft í það að tíðnirnar sem ræðir eru háar. Einbitansinn eða setan sem er viðstraumsviðnámið sem að í þessari rás, það bara mjög hátt. Þessi kapall kannski 400 metrar niður á Vesturlandið, mögulega álkapall, sver, alltaf með það, mögulega kannski 1 tón vestarlega, en þegar kemur að hærri tíðum, þá gilda allt önnur lögmál. Það er ekki 1 tón niður í spennustöð við hátíðina. Hátíðinni sem eru komin upp á 500 kílórið sjá ekki neitt, sjá ekki að gera. Og þetta er svona ein af þeim óklarleikingum sem maður hefur verið að sjá fyrir sér. Ástæðan fyrir því að þarf að gera jörð, góða jörð, sem tengist þessu hér. Þannig að það myndist betra samband milli spennustöðvar og jörð. En þetta svo sem allt sem að fótballtengingar, það er allt umtak og eitt af því sem að ég talaði í bókinni staðar NSC 2014 staðarinn jarðbindingar sem Bandaríkjamenn gáfu út sínum tíma. Þá er talað mikilvægi jarðbindingar til þess að leiða út truflanir frá kerfinu. Og tengiskímál sem við erum að nota nú yfirleitt DNC. Og við erum að tala TNC S í okkar búðum. Svo tengiskímál sem heitir TNS og það svo þetta 5 mýra kerfi. En TNC-skímálinn þá fer samkvæmt töflu frá Schneider og fer hann í rusl gagnvart truflunum. Við sjá EMC performance, það er það sem skiptir okkur öllum máli. Og ef við horfum á það, þá er EMC þarna það. TNS og hvaða tengiskímál að hafa stórfyrirtæki hér á landi yfirleitt? TNC, alltaf. Það er hvergi boðið upp á TNS. En nema, Urriðaholti náttúrulega hefur riðað á vaði með það. En þetta er sem sagt mjög áhugavert að sjá þetta. TT-kerfið er líka gott. Schneider nefnilega á alveg fullt af alls konar góð efni EMC.
Svo við þurfum að horfa aðeins á jarðsamband. Hvað er gott jarðsamband? Þá komum við að annarri umræðu. Við sjáum það til dæmis að hérna, eins og hér, sem sagt, range value fyrir boggy ground eða svona raka mýrajarðveg, 2 til 50 ohm. Við erum með leir, við erum með hérna leirblöndu, sand og hérna mölin er hér, rökmöl 50 til 3000, steinar og grófmöl 100 til 8000 ohm, steypa 50 til 300 ohm. Svo sjáum við hérna sem sagt seawater 0,1 til 1 ohm og ís 10.000 til 100.000 ohm. Ís sem sagt leiðir ekki rafmagn og það þýðir að frosið vatn leiðir ekki rafmagn. Það þýðir að stafskaut sem er rekið meter niður í jörð og það frýs 90 cm, þá bæði vírinn og skautið, frosið, virkar ekki. Það er bara 10 cm eftir á skautinu til þess að virka. Það gerir eitthvað gagn. Og þetta segir manni að hérna á veturnar sé ákveðin hætta á ferðum. Og það er líka mjög athyglisvert að sjá þessa rannsókn frá Sviss sem að hérna er vitnað í hérna hjá Winter, Rudolf Winter, að rannsóknir á jarðskautum í Sviss hefur sýnt að average value er 100%, þetta er leiðni í venjulegu skauti. Í vetrartímanum, janúar, febrúar, mars, apríl hérna, þá er viðnámið hærra. Það er í janúar, febrúar, mars, apríl, þá er viðnámið hærra. Á sumrin þá er viðnámið mun lægra. Þarna erum við að tala land sem að frýs alla í jörðu, en samt hefur hitinn þetta mikil áhrif. Þannig að það þarf að taka hitann inn í reikninginn þegar verið er að gera jarðskaut. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að jarðskauti sé alveg okkarlega gott. Það er annað sem er mjög áhugavert. Það var gert lokaverkefni hjá Háskóla Reykjavíkur ekkert fyrir löngu síðan, ég held að það verið 2017 eða 2018, þar sem var verið að skoða tíðnisvörun mismunandi skauta. Og það var skoðað, sem sagt blái, þessi hérna blái og rauði, þeir eru sem sagt stafskaut 1 og stafskaut 2. Og það var farið við 1 megari hérna með tíðnina. Þetta hérna skaut hættir að virka við 100.000 rið. Þá byrjar viðnámið að hækka verulega. En stafskautin héldu sér miklu lengur. Þannig að gagnvart hátíðinni þá virðist stafskauti virka betur. Þetta er nú verður að segjast, þetta er rannsókn nemenda sem var þó gerð með aðstoð kennara þeirra, sem var rafmagnsverkfræðingur og er auðvitað. Og niðurstaðan bara mjög áhugaverð, því að þeir hérna gerðu þetta býsna vel. Jarðsamband, þetta er svona rauður þráður í gegnum alla söguna, þar sem að ég hef skoðað. Þetta er bara grilljón tilfelli þar sem að hefur verið gripið í svona ráðstafanir til þess að fá betri árangur eða færri truflanir. Og lagfæringar í jarðsambandi laga margt, segja menn sko. Stundum eru boruð skaut og það eru bændur og fyrirtæki sem láta gera þetta. Ég get nefnt sem dæmi bara til dæmis eins og Bláa lónið, sífelldar truflanir á rekstri og búnaði. Það var alltaf að stoppa, alltaf eitthvað vesen og bora skaut með aðstoð HS-veitna, þeir koma að því og eftir það þá fer allt í dúnalogn, ekkert vesen, engar truflanir. Ég átti samtal við Hartmann sem er sem sagt yfirmaður húsnæðis- og framkvæmdamála hjá þeim og hann hérna sagði mér þessa sögu og var bara mjög sáttur við hvernig allt hefur gengið og ég ætla að sýna ykkur hérna svona hvernig þetta er hugsað sko, en það sem að verið er að tala það er jarðsamband með mjög lágt viðnámsgildi sem þýðir gott jarðskaut og það hefur náðst góður árangur með boruðskaut. Þau eru oft betri vegna þess að þau fara niður úr efsta laginu og það er annað sem þarf að taka aðeins inn í þetta sem er náttúrulega meira svona jarðfræðileg pæling að í jarðvegi
eru DC-straumar. Þetta kallað ground potential. Þetta var uppgötvað 1860. Menn gerði sér allt í grein fyrir því að ef mælt var með 100 metra bili, það var spennumunur á milli punktana. Rekið niður skaut, það er spennumunur. Svo fór menn að skoða hvernig straumarnir liggja. Þá áttuðu menn sig á því að það var það notað til þess að finna árur með kopar eða gulli og sem sagt námuvinnsla grundvallaðist dálítið mikið á þessum fræðum. Mjög bara rosalega mikilvægt verkfæri í þeirra höndum og við höfum svona, ég og Kristín Sigurjóns sem fyrir kennari við Háskóla Reykjavíkur og oft fabulegur þessa hluti af hverju stundum skauti virka og stundum ekki og ein af þeim niðurstöðum sem við komum svolítið niður á er það að það þarf að spennujafna þessa DC-spennu ef hún ykkur að ráði. Nú, og þetta vegna þess að það er munur á milli jarðvegstegunda. Þetta er bara svolítið eins og setja koparnagla og járnnagla í epli og þá kemur spenna á milli. Eða sítrónum, eða appelsínum. Tíðnisvörun hefur mögulega mikið að segja í þessu sambandi og skin-effekt. Skin-effekt er merkilegt fyrirbæri sem segir það sem í raun og það alveg saman hvað kapallinn er sver eftir því sem að tíðnin er hærri sem hann á að leiða eftir því minni verður kapall. Því að skin-effekt hærri tíðnir þær streyma eftir yfirborði kapallsins. Þannig að þverskurð og flatamál á 50 kvadrata kapli gagnvart hárri tíðni er ekki 50 kvadrat heldur 10 kvadrat eða þaðan að minna. Og gagnvart mjög há tíðni þegar við komum í gígarið að þá er bara nákvæmlega ekkert eftir nema kannski hálft kvadrat sem á að duga til að hleypa þeim straum niður. Þess vegna skiptir máli að kaplar séu svolítið sverir, svolítið voldugir. Og Samhendir HF, þeir lentu svolítið í hremmingum og tíðarbilanir og regnundum. Ég átti gott spjall við Bjarnar Hrafnsson, forstjóra eða framkvæmdastjóra og hann sagði mér sögu þeirra. Þeir sem sagt lentu í vandræði með bilanir, tíðarbilanir í rafkerfinu. Tölvur voru að frjósa og jafnvel eyðileggjast, vélar stoppuðu, hlóðust upp af statik. Það þurfti að endursetja vélar oft og svo voru mótorar að fara og það voru 3 menn í fullu starfi við það að gera við alla daga. Þetta var svolítið stórt fyrirtæki náttúrulega en ástandið var virkilega slæmt. Ein tölvan sem að fór út kostaði 10 milljónir og kannski 10 milljónir ekki verst heldur rekstrarstoppi sem fylgir í því að það er mjög alvarlegt að geta ekki staðið við afhendingartíma vara. Nú, það kom sérfræðingur á norðan. Flottur náungi og þegar að hann, sem sagt Bjarni, bar hans tillögur upp við hönnuði rafkerfis hússins að þá sögðu þeir bara nei, þetta er bara tóm vitleysa. Það virkar ekki. Þetta er bara algjört rugl. Þú ert að setja peninga bara í vitleysu. Það endaði þá með því að hann fékk sitt í gegn og það var farið eftir ráðleggingu þessa sérfræðings sem Brynjólfur Snorrason og Akureyri sem að margir kannast nú líklega við. En á nokkrum mánuðum eftir þá yfirferð og það lagfæringar sem voru gerðar og þá er fyrirtæki orðið laust við allar truflanir. Og það sem var dálítið merkilegt við það sem að Bjarni sagði mér var það að honum hafði blöskrað svolítið ríkógeðið sem að lá á gólfinu og eftir öllum veggjum. Veggirnir voru þaktir einhverju ríki og var allt svo sóðalegt. Leið nánast og skautin voru tengd. Það féll þetta rík. Og síðan hefur hægt að halda húsnæðinu alveg hreinu. Það er ekki rík á veggjum. Það er ekki rík á gólfinu. Samt eru þeir að vinna með plastumbúið, það er verið að klippa, skera, fræsa, alls konar. Og ég mældi jarðskauti hjá þeim með Earth Ground Clamp meter, þessum sem er svona eitt flottasta mælitæki til þess að mæla gæði jarðsambanda og það kemur á 0,026 ohm. Það var erfiðara að greina hvað fór þetta skaut. Á þeim tíma sem ég var að skoða þá setti ég sveiflusjá upp á þetta og ég var að fá 1,4 til 4 megarið. En þessi spóla sem ég setti á þessi hátíðnispóla eða klamper sem maður settur utanum,
hann hafði tíðnisviðinu frá 1 megarið upp í 5 megarið. Ég gat unnið á því og þið sjáið, en það alls konar grautur í gangi þarna og ég var svona frekar óheppinn með tímasetningu þegar ég kom inn því það var svo lítið að gera, það var svo lítið álag á kerfinu. Ég fekk eiginlega ekkert svona alveg krassandi inn, sko, en þetta dugði mér samt til þess að sjá hvað væri að gerast þarna. Nú allt húsið sett upp með svona köplum, það stofnarnir upp úr borholinu eru 6. Það eru því deilt upp í skinnur, hver skinna með svona 60 til 100 og 60 til 90 kvadrata víra. Og þetta dugði. Kostaði 25 milljónir, en eigandi fyrirtækis Alsæll, því að síðan þá hefur hann ekki lent í neinu vesinni með bilanir. Það bara alls ekki. Þetta bara talsvert verðmætt og ég hugsa með hryllingi til þess að fyrirtæki, bara eins og Silfurlax, Sæeyri og Akureyri, eldisstöðvar víða land, að lenda í svona hremmingum og það líða árin. Það fattar enginn hvað í gangi. Það ekki hægt að gera neina ráðstafanir af því að það veit enginn og skilur enginn hvað að gerast. Þetta rosalega sorglegt. Þetta hefur kostað fyrirtæki alveg helling. En varðandi yfirtóna þá er alltaf mikið að gerast í þeim. Til dæmis ein tafla sem ég gerði svolítið mælingar á. Þið takið eftir þessum vírum hérna. Þetta sem sagt núllið. Þetta eru 2 kaplar teknir inn, 2 stofnar með 4 vírum og 3 vírar og skemmur. Þarna dálítið mikið á seiði og þarna meðal annars sem sagt haugur af yfirsveiflum, eins og þið sjáið sko, en að 3. yfirsveiflu 48 ampere. 48 ampere að 3. yfirsveiflu. Svo við förum næstu yfirsveiflu eftir og hér var hérna voru yfirsveiflurnar eitthvað nálægt yfir 100, fór hæst í 100 og 150 ampere á núlinu. Þetta tímabundið. Svo skoða ég næstu yfirsveiflu sem triplið yfirtótt líka, sem 9. yfirsveifla og þar erum við 27 ampere. Og þetta að gerast fyrir venjulegu húsi, venjulegu skrifstofuhúsnæði. Það eru vísu tölvur og það eru mótorar og alls konar dót þarna. En þetta kveikir mig til umhugsunar vegna þess að þessar spennur sem eru á N-tauginni, þær leggjast á jörðina og eru þá present í öllu jarðsambandi innan hússins. Og þá er komið leið fyrir truflanir í gegnum jörðina inn á vélar og búnað sem eru inni. Þess vegna held ég að 5 víra kerfi sé svolítið sterkt í svona málum. 15. yfirsveifla hér, 3,29 ampere. Nú svo skoðum við hérna skópið, straumkúrfan er rosalega bjögur, það þessi hérna, það eru sem sagt þessi græna hérna, sjáu það er alls konar á henni og þetta snýst alltaf það sko hvað jafnvægið á milli fasanna 3. Straumurinn á 3 fösum aldrei eins, það aldrei sami straumur á þeim öllum, eins og svona hið fullkomna 3 fasa kerfi hérna lagt upp með. Og straumurinn á enninu alltaf mikið bjagaður og þar alltaf áberandi 150 rið. Mismikið af hærri yfirtónum. Nú, Rafmennt hafði frumkvæðið af því hérna árið 2018 að þýða þennan staðal á sænsku hérna sem að IST HB 211 sem að segir til mikilvægi þess að jarðbinda og gera það vel og þar eru settar reglur eða tilmæli skuli segja frekar hvernig á að gera þetta. Og eitt af því sem ég rak augun í þessi mynd hérna. Þetta ágætis svona lesning fyrir þá sem eru að leggja rafmagn eða kannski helst fyrir þá sem að hanna þetta. Að það eru þessi rýmdarstraumar sem að fara hér í gegnum legunar. Það er svolítið verið í umræðinni sko, að legur í mótorum eru að skemmast og menn skilja ekki af hverju. Það ágreiningur það vegna þess að þetta hlýtur að verða DC-straumur ef það á að eiga sér stað einhver galvanóeffekt en þetta hátíðni rusl. Þetta einhver óskilgreind hátíðni rusl og ég hef stundum séð á sveiflu sjá þegar ég verið að skoða sem 50 rið. Ég sé transienta koma svona nálapúlsar
Þessi transíðandi geta allt eins verið fastir í pósitífu gildi. Þeir fara ekki endilega bæði plús og mínus, þeir geta verið fastir í pósitífu. Og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga, að huga því að vél og mótor sé spennujafn. Mörg fyrirtæki hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika vegna þessa. Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn, ég ætla aðeins að skoða það betur með ykkur eftir. Ég talaði við Rafn Jónsson sem framkvæmdastjóri þar, Blá Lónið, Hartmann, útgerðarfélag í Færeyingum, þar kom Brynjólfur Snorrason að, Grand Hotel, Íslands Hótel Jón Torfi, þar var verið að setja jarðskaut því að hótelstjórinn á Íslands Hótelum, hann vill hafa djúpskaut á öllum sínum hótelum. Hann segir bara ástæðan bara mjög einföld. Ég vil að gestirnir mínu séu ánægðir og þeir komi aftur. Hann segir það er áþreifanlegur munur á því hvað fólk er ánægðara og hvað er rólegara í húsinu þegar þetta er vel frá gengið. Ég er búinn að tala Arion banki og HB Grandi. Þetta hefur gerst á þessum stöðum. Arion banki náttúrulega er fyrst og fremst að hugsa þetta gagnvart sínu fólki. Nú varðandi Ísfélag Vestmannaeyja í Þórshöfn, þá lentu þeir í því að stálrör, sver stálrör, þau byrjuðu að leka. Það var ný framkvæmd, það var verið að tengja þurrklefa, mikið af háþrýstum rörum í þessum búnaði og þau byrjuðu að leka og þau byrjuðu að spýtast út gufa og vatn sem að benti til þess að vera komið svona nálagöt á rörin og eftir einhvern tiltekinn tíma bara fullt af vatni. Þetta olli auðvitað því að verksmiðjan stoppaði og fór í rekstrarstopp og við mælingar kom í ljós það voru gríðarlegir flökkstraumar í öllum þessum rörum. Það voru gerðar ráðstafanir til að laga þetta og síðan og núna síðustu vertíð þá kom ekki upp einasta biljón. Þetta bara Þessar mælingar sem það hefur verið að taka, já. Svona tilfellum eins og þarna, er þetta yfirleitt sami mælir eins og með? Já, ég tók ekki þessar mælingar hér sko, en þarna er bara unnið út frá ampertöng. Það er bara ljóst, það eru flökkstraumar og þá er bara ráðið að spennujafna og tengja skautin saman, sitt hvoru megin. Það er úrræðið sko, ampertöngin er bara mjög dugleg við þetta. Og svo hef við sjáum náttúrulega þessar vélar sko, hvernig þetta er frágengið, það er soðið inn á rörin, það er allt spennujafnað með svörum köplum og það er byrjuð tæringu sem með þessum mótorum og þetta og svo er þessi ég var fyrir stuttu síðan að tala við bónda á Sólheimum í Skagafirði. Hann er í bölvuðum vandræðum með rafmagnið. Hann er búinn að komast að því, hann opnaði byggði nýtt fjós árið 2017, tók það í notkun í janúar 2018 og hann fór fljótlega verið var við það að beljur vildi ekki með neinu móti koma inn í mjaltabása. Og það stóði jafnvel í röðu sko fyrir fram á básinn með júgri full og kom ekki inn. Hann fór að leita skýringa og hann gat ekki betur séð en þetta væri einhvers konar rafmagnsvandamál. Hann sendi mér nokkra myndir af þessu meðan þessi kýr hún er með svona hún er veik, þannig sé að hún er með ósamhæfingu í afturfótum og getur illa gengið. Við raunum fárveik. Á þeim 4 ára sem eru liðin síðan þetta var, þá er hann búinn að slátra 20 kúm. Og hann finnur þetta þegar kýrnar verða órólegar. Og það er sérstaklega tengt því þegar frost í jörðu, að koma mjög slæm veður, það eru frost í jörðu, snjór. Og hann segir sko að það er alveg gefið að skautið hjá Rarik og spennustöðinni, það þotnar upp við þessu skilyrðum. Það er engin leiðni þar. Hann er að fá einhverja spennu sem er að fljóta í flórnum hjá honum, sem er þó mjög erfitt að mæla vegna þess að þetta er einhverja óskilgreinda tíðni sem að hefðbundnir ámálega bara ráða ekkert við. Eða eitthvað, ég veit ekki, rannsókn hefur ekki farið fram. Þær mælingar sem ég gerði á þessu sýndu mér þó að það var talsvert mikið að vera á núllinu. En svo gerist það að hann með þessa kú þarna til dæmis, hann ákvað að
hleypinni bara út og leyfin að vera úti. Eftir 3 daga voru hún góð. Haustið þá bar hún heilbrigðum kálfi og bara í góðu lagi. Hann fékk leyfi fyrir rest til að gera tilraun með að taka núllunarbandið úr sambandi og halda bara litlu skauti, það er lítið skaut út í tún, það er 150 cm skaut, það er 300 metra vír og þetta er lélegt skaut, verður að segja eins og en hann fékk sem sagt leyfi til þess að vera bara með 5-kerfi, hann tók núllunarbandið úr sambandi, hann sagði sko, ástandið var áberandi mikið betra eftir þetta. Og hann er að gera alls konar tilraunir með það að taka í sundur jarðbindingar innan húss og jarðbinda meira, jarðbinda minna og með þeim árangri að hann svona feta svona smátt og smátt í áttina því að þetta er sem sagt að verða bærilegra. En ástandið er vissulega bara alveg djöfulegt á köflum sko, því hann suma kýrnar urðu svo viðskotaillar að hann gat ekki komið inn í básinn. Hann varð handmjólkaður utan bás og þær spörkuðu og djöfluðust á meðan. Og hann þurfti að lóga 20 kúm út af þessu ástandi. Og tilraunir er að sýna það alveg að þetta snýst allt rafmagni. Það snýst allt einhvern frágangarrafmagni sem að við bara skiljum ekkert alveg. Skautið er lélegt, ég bent honum á það. Mín sýn á þetta það er lélegt skaut og mögulega það rarik betra skaut líka á spennistöðuna til þess að tala betur saman. En það er svona, já, það er áframhaldandi barátta. Það er líka áhugavert að þegar maður er að lesa sko bækur National Electric Code í Bandaríkjunum þá sér maður það að þeir vilja að jarðskaut sem er sett í jörð, sem sagt sent heitt, það sé aldrei undir 3 metrum. Það er alveg klart mál að 3 metra skaut það fer vel niður fyrir frost. Það kemst náttúrulega ekki alltaf niður en þó við erum að nota 1,5 metr. Ég vil bara 1 eins og fyrir sumarbústaði. Og hérna innan bæjar, innan Reykjavíkurmarkana, það var ekkert skaut á húsum. Það er mögulega sökkulskaut í steypustyrktajárninu. Það virkar alveg rosalega vel ef að verður skamhlaup og til að hleypa út bílanum straum. En gagnvart hátíðinni þá set ég spurningumerki við það. Er þetta nóg? Virkar þetta? Það má líka geta þess að flest hús í dag eru með plastleiðslurinn, en áður fyrr þá fundum við greinilega mun á húsum ef það voru lagfærðar tengingar út í hitaveiturör og kalda vatnið. Það hafði áhrif á húsið að þessar tengingar voru í lagi. Það var til ryki til dæmis. Og nú er það búið. Nú er allir komin plaströr og veiturnar eru að taka rörin í sundur skilst mér til þess að koma í veg fyrir flökkastrauma. Það er bara alveg skiljanlegt. En þetta er stór mál og mér sýnist svona eins og við séum svolítið að stefna í það að verða jarðsambandslaus. Nú í bókinni The Power Handbook sem að Háskólinn í Bergamo gaf út í fyrra, það talaði lágmark 10 metra niður. Löng. Alltaf 30 metra, en 10 metrar æskilegt. Þannig að áherslan á jarðtengingar og skaut er mjög mikil. Nú, það er annað sem er svona ég hef einu sinni skrifað sem sagt að þegar maður horfir á hús, það er á svona einfalt hús, það er sökkull undir húsi, svo er grús, svo tekum við jarðvegur hér. Það er engin eiginleg leiðni út í jarðveginn eins staðar. Einhver með reynslu af Fjallafjörðum kannist við hrævarelda, kannist við þegar statik í lofti verður svo mikil að göngumenn verða leggjast niður til þess að stofna ekki lífi sinni í hættu. Hrævareldar geta komið fram á loftundum bíla. Hrævareldar eru öfgalegt dæmi statik í lofti en það getur gerst bara þó að sé ekkert svoleiðis í gangi. Það getur verið ansi mikil statik í lofti. Ég er nokkuð viss það að þessi statik hún getur verið að draga agnir, jónir frá húsum þannig að allar lausar rafeindir inn í húsi þær hlaðist á veggi þannig að þær laus rafeind grípa með sér ryk eða myglugróf, fer á vegg, festist þar. Þegar hús hlaðist upp, þó ekki sé nema bara örlítið,
þá byrja þessi tendens, mínusjónir sem eru í lofti og það hlaðast út af veggjónum og maður hefur oft séð þetta sem maður tekur niður myndarama inn á heimili og það kemur hvít skella á vegginn af því að það bara galvanisera ryk í vegginn. Það að mála svolítið því það ekki hægt að þrífa þetta af því að þetta galvanoeffekt. Og það sem ég hef veltið fyrir mér, ef við erum í svona hús og það hefur einhver svona ár svona til þess að safna ryki og myglugrófa út veggi, svo kemur einhver smá raki og springur út mygla, alveg bara á 1000-földum hraða, vegna þess að kerfið allt tilbúið til að taka við þessu. Það búið að þekja veggina með myglugróf og það blómstra bara eins og engin sem morgundagur leið að fá tækifæri til. Ég hef heyrt þessar sögur með mygluna, selja þær ekki dýr en ég keypti það, en að sem sagt, mygla sé jafnvel hverfið í húsum þar sem eru jarðbindingar. Og þá reyndar að tala málmjárnskemmur eða svona skemmur sem eru mjög sem sagt, svona, mikil ríkjandi málmur í. En þetta mjög forvitnileg pæling hins vegar. Hvort að þetta geti verið tilfellið af því að við erum ekki með jarðskaut á húsum almennt og við hugsum ekki fyrir því. Í Bandaríkjunum hins vegar þetta algjört skilyrði. Þú ert með 4 skaut, hverju horni, þú ert með streng á milli skautana og það kassi ofan í hvert skaut til að mæla það, hvort það sé í lagi. Það auðvitað mjög nauðsynlegt að geta mælt skautin vegna þess að þau geta gefið sig, þau geta hætt að virka og þá ekkert annað að ræða nýtt skaut en menn geta ekki mælt það til að prófa, það dýrt. Það eru margir bændur sem hafa látið gera djúpskaut hjá sér en ég hef svona skammað mig svolítið fyrir það að skilja ekki eftir einhvern mælipunkt eins og til dæmis bara fyrir ég sá til reglugerðum sökkulskautin að það er bara skýrt tekið fram. Skautið á að vera mælanlegt, það á að vera í kassa og það á að vera mælanlegt. Það verður að vera hægt að skoða hvort það er í lagi. Og öllu falli þá er ég sannfærður það að þetta virkar alls ekki. Þetta komið einn með tillögu inn á íslenski rafvirkjar á Facebook og fannst þetta bara fínt, það virkaði fyrir hann. En þetta virkar ekki fyrir mig og þetta virkar ekki. En ef það eru eitthvað spurningar, bara látið vaða. Ég sé að ég komið fram yfir tíma, þannig að það er allir orðnir stressar á vinnunni. Velkomin að spyrja. Þú sagði frá lagfæringu sem var gerð sem kostaði þetta 10 milljóna eða eitthvað svoleiðis. Hvað var gert? Hvað var borað mikið og gert mikið og hvað var farið djúpt og hvaða skaut var sett? Og borað 70 metra. Það voru settir 6 kapp 120 kapla niður, ber, kóparvír. Þeir voru tínhúðaðir allir og svo hver kapall fyrir sig tekin inn í sikkvora skinnuna og síðan var skinnunum deilt inn á mismunandi álmurakerfi hússins. Og það er einmitt mikilvægt eins og Snædir kemur að í þessu að jarðtengi ekki í sama tengipunkti stórvirkar vélar annars vegar og stýrivélar. Sem dæmi og þeir vilja raða stýrivélum upp þannig að það sé ekki nálægt hver annari að straumfrekar vélar séu sem næst inntækinu og svo stýribúnaður utar. Það er ekki Samherji að gera þetta og fóru kílómetrum? Samherji? Á Granda. Er 70 metrar? Það var ábyggilega Granda, það var 70 metrar. Nákvæmlega saman þetta. Ég ekki mest þessi og nefndir þetta á Granda. Já, Jenny. Já, góðan dag. Við vorum 3 holur. Já. Það voru svona 70 til 100 metra djúpar. Og fyrst í stað þá voru við í vandræðum. Áður en þetta var gert. Við vorum gríðarlegu vandræðum með hraðastýringar og mótora og ég var að vera vinnaðar með 40 ár og það jókst alltaf eftir sem að búnaður var flottari. Og við fórum í þetta og byrjaði reynda þannig að við vorum að byggja frystigeymslu. Og hún var bara stálbita hús og þegar það var ekki gengur var tilbúið, þá var járnagrindin öll í svarfið eftir borunna í járnagrindina. Það var akkurat á þessu tímapunkti sem við vorum að tengja holuna og leið og við tengdum holuna, þá fór allt
járnsvarfið af bitunum, bara hrundi niður. Og vorum við samt með ágætis jörð að við héldum frá Orkuveitunni. Alveg rétt. En eftir að við tengdum svo húsið, þá var bara eins og dagur og nótt. Bilanir á hraðastýringum og mótorum, legum og öðru slíku, það eiginlega bara snarlagaðist. Já. Fyrir utan það að það var svona kannað svona bara erfitt að greina það, hvort að heilsufar fjarvisti frá vinnu, verkstjórinn taldi að það væri orðið þó nokkuð mikið skárra heldur en aðeins. Rosalega gott að fá þetta, því að ég hef þetta eftir bæði Svanbirni og Binna. En Binni gat aldrei fundið númerið þitt, þannig að ég hafði aldrei talað við þig. En sko, þú verðandi þá orðin sérfræðingur í þessu, þá spyr ég sko, ef við ætlum nú að fara að hanna hverfi, það innar hús fyrir neðan götu, svo fyrir ofan götu sko fjölbýlshús, og í næstu götu blokkir. Og hvernig myndur þú hanna nægilega góða jörð fyrir þetta allt saman, ef hún ætti að vera þannig að hún byggði í dag? Ég myndi hafa þetta allt á sikkunum spenninum og myndi hafa borholum. Sama módel, ég myndi leggja til sama módel eins og verið að nota í Rauðholti. Þar er reyndar 5 víra kerfi, 5+, það eru 6 vírar. En það er svona ein besta leiðin til þess að minnka truflanir milli kerfa. Það er mín skoðun sko, en ég veit að hönnuðir sem eru margir hverjir, þeir eru algjörlega móti þessu vegna þess að þetta er auka kostnaður. Allir á móti þessu sem þú eru að borga þetta. Já. Það er ljóst. Já. Það sem ég að reyna að spyrja er hvað er nóg? Ég held að sé ekki hægt að svara þeim með góðu móti, sko, því að það verður að ráðast af álagir á hverjum stað. Ég held að því meira álag sem er, því meiri straumur sem er að fara inn á núllið, því stærra þarf skautið að vera. Og ég get svo sem, ég nú eiginlega bara hafna því svolítið að ég sé sérfræðingur í þessu, ég er áhugamaður. Því að... Eru nú bestir? Ég held að þetta sé einmitt svipað og Kristinn var að tala að þetta sé einmitt máli að það verið farið, þetta svolítið ráðandi í þessum lausnum. Það eru fogdýrar, það ekki að færi nema örfára og það eru bara örfára aðeins sem að gera þetta með þessum hætti sem að þið eru að lýsa. Já. En það þarf að finna einhver svona leið fyrir almenna markaði þannig að við getum innleitt þetta inn í bara öll verkefni. Já. Og þá nota meira eins og við tala staðbundin skaut til að létta á kerfið. Já. Ég held að það verður alltaf lausnin og þarna þarf alltaf að hafa peningana með í ráðum. Það er svona eitthvað sem hefur kannski klikkað eins og hjá Brynjólfi að hluta til. Já. Þetta er oft allt og dýra lausnir miðað við það sem er verið að eiga við. Minn draumur er sá að geta analýsera sko nákvæmlega hvað er að gerast og hvernig á að lesa það. Þannig að við séum bara með módel, við setjum á stað eitthvað ákveðna mælingar og út frá mælingunum þá getum við bara sagt til hvað þarf að gera. Þetta vantar pínlítið vegna þess að þetta svolítið mikið getgátur. Er þetta transíentar? Er þetta yfirsveiflur? Hvaða tíðnir eru þetta? Eins og með kýtnar sem ræðir sko. Við erum að þreifa fyrir okkur. Ég segi náttúrulega að þar er skautið of lítið en það er staðan í dag en það verður stækkað og fróðlegt að fylgjast með því. En hvað er nóg? Það er stóra spurning í þessu. Ég er alveg rosalega bara skúffaður vegna þess að fyrstu tilraunir til þess að sækja til dæmis hjá Rannís runnu út í sandinn vegna þess að vísindasamfélagið hefur bara ekkert áhuga á þessu. Þeim er bara slétt sama hvort að fólk er að grillast eða nautgripir eða eitthvað sé að grillast inni einhvers staðar. Og það hefur verið svo lítið áhuga og svo hefur mér fundist á köflum vera svolítið þöggun þessu umræðu. Þetta er að gerast. Við sjáum það bara eins og Granda. Og bara mjög víða, þetta er að gerast. Og það þarf að bregðast við þessu. Það þarf að analýsera vandamálið og þarf að koma með lausnir sem hægt er að setja í hendurnar á rafvirkjum til þess að gera hlutina. Þetta er þekktar eins og Marelhúsið er hús sem er sérstaklega vel gengið frá. Það er bara þekkt. Þessar lausnir eru þekktar. Þessum eru peningar. Þessum eru gera. Já, Æslandi er og Ábyrgrandi og fleiri.
Jú, jú, allir saman um það. En er ekki hérna, að fyrsta sem þarf í raun og veru að vera, orkufyrirtæki þurfa að skaffa og vera sjálft með mikið betri jafnbindingar Já. á spennustöðunum og á spennunum. Já. Ég held að það verði að byrja þar við þess að því að þeir eru náttúrulega henda okkur því sem kemur út úr spennustöðunum. Já. Og ef það er ekki nógu gott þá verður hitt allir gott. Þetta er einmitt pælingi sem að við sjáum eins og til dæmis hjá Sólheimum í Skagafirði. Hann bóndi segir mér það sko, það er vírin, eða sem sagt jarðsambandið fyrir stöðina, fyrir spennistöðina, er vír sem er tekinn 150 metra í 2 áttir. Liggur meðfram hitavatnslögn. Þannig að jarðvegurinn í kringum vírin er alltaf þurr. Svo þegar kemur frost, það kemur hella yfir öllu saman, þá er engin raki í jarðveginum. Það minnkar leiðnin bara stórlega. Og við sjáum það, hann rekur þetta alveg mjög skilmerkilega fyrir mér sko, varðandi tímasetningar leið og gerir slæmt veður, það frýs í jörðu og þá fer allt í fjandans í honum. Það er ákveðnum stað bara hjá veitunum með þá. Þeir eru ekki tilbúnir í hennan auka kostnað. Nei, ég held að þarf svolítið að taka þessu. Þau tókir allt ekki veitum að fá jörð inn til sín úr holinu. Við buðum, við vorum að koma með nýja spennustöðum Já. og ekki bara það endur líka komið stærður. Við buðum þeim að fá enda úr holunum. Já. Þeir neituðu því. Þannig að þetta er ekki bara kostnaður. Það er sama. Þeir fengið það eftir ekki að slöst. Það er sama hjá. Við tókum svona 11-12 lýra upp úr hverju holu sko. Eðlilega neituðu því, vegna þess að þeir hefðu þegið það og þetta hefði orðið betri jörð heldur en alls staðar annars staðar og það hefði þetta að gera. Það er þetta. En er þá ekki einmitt spurningin að taka bíta í þessu úr epli bara, viðurkenna það. Þetta þarf. Mér finnst svona bara þegar ég var að kafa í þetta, finnst mér sko skuggalega þessi tilhugsun sko hvað jarðsamböndin hérna eru léleg. Þetta er gott fyrir útleiðslu bílanustur, svo þetta virkar alveg þannig frá þeirri teóriu séð. En spennistöðar sem hérna víða í bænum, sko, þetta liggur allt undir sko malbyggum gástéttum. Það er ekkert, og í grús, það er ekkert að koma neitt að þessu, engin raki, það er ekki leiðni í þessu. Eða þú veist, það er mín tilfinning, ég náttúrulega hef ekkert verið að mæla þessu skött, ég hef bara verið að ég hef bara verið að rífa kjaft. En heyrið, ef það er ekki fleiri spurningar, þá þakka ég bara fyrir gott hljóð, gaman að sjá svona marga hérna.